Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við höldum áfram með þingið, við ætlum aðeins að skyggnast öxl, við ætlum að fara aftur til ársins 2019 þegar Andrés Ingi Jónsson sagði sig úr VG, var fyrst sjálfstæður en gekk síðar í Pírata. Við ætlum að ræða hvað gekk eftir af því sem hann gagnrýndi á þeim tíma, hvort hann hafi séð inn í kristalskúluna. Velkomin til okkar, Andrés Ingi. Takk. Sko í yfirlýsingunni þinni þegar þér leist illa á stjórnarsamstarfið, þér fannst Katrín Jakobsdóttir og þið í VG ekki verið réttum félagsskap árið 2019 og þú vísaði sérstaklega til umhverfismálana. Má ekki segja að loftslagsmálin hafi verið það sem helst braut á? Jú, sko það voru kannski svona 2-3 mál sem ég nefndi alveg frá upphæðu. 2017 byrjaði þetta náttúrulega þegar stjórninni mynduð. Já. Og þá var það gert í kjölfari á að sjálfstæðisflokkurinn sveik loforðum að skjóta skjólshúsi yfir flóttabörn. Þannig að útlendingamálin voru augljóslega alltaf vandamál í þessu samstarfi. Já. Og svo var það að þessi flokkar eru bara á sikkurum pólnum í umhverfis- og loftslagsmálum. Já. Og ég hafði áhyggjur af því að stærri og sterkari flokkar myndu ná að toga miðjuna í áttina að sér. Já. Hefur það raungerst? Já, það held ég alveg klárlega. Þó að Vinstri græn berji sér á brjóst fyrir að hafa náð miklum árangri þá sína tölurnar til dæmis í loftslagsmálum að það ná ekki máli. Já. Það vantar töluvert upp á skuldbindingar Íslands og framtíðar áætlanir. Við ætluðum að taka til hraðar heldur en aðra þjóðir. Já, og þetta svo merkilegt. Það hægt að það eru svo margar tölur í gangi að ríkisstjórnin, hún getur sagt að hún sé að ná alþjóðlegum skuldbindingum sem það að þau rétt slefa í kurvuna sem miðar við 29% samdrátt þó þau séu sjálf búin að setja í stjórnarsáttmála 55% samdrátt. Já. Þannig að þau myndi ekki ná því, þau eru hálfdrættingar á það sem þau lofuðu þegar þau myndi þess að stjórna aftur 2021. Katrín seldi landsmönnum ákveðnar væntingar með tali sínu og áætlunum 55% skerðingu. Já, algjörlega og það náttúrulega bara það sem vísindin kalla eftir líka, 55% samdráttur lágmarkið. Já. Við þyrftum helst að vera kannski nær 70%, það var það sem var talað í kringum sólina fyrir síðustu kosningar að væri svona, já það sem að velstæð þjóð í okkar stöðu ætti að geta og 55% ekki nálægt í og þessi 29 sem þau eru mögulega að stefna á bara víðs fjarri því. Já. Sástu það fyrir þér 2019 þegar þú tekur þessa ákvörðun sem væntanlega hefur verið stór og þung og erfið? Ég man eftir því að maður las alls konar ummæli, skrif, þú þekkir þetta íslenska element, þú hefur boðið þig fram fyrir einhvern tiltekinn flokk, kjósendur, þú verður að launa þeim tryggð þeirra við þig á kjördegi og svona. Sástu fyrir þér það sem nú hefur orðið að þinn formaður hefur að sumra fyrirverandi hefur að mati sumra hrökklast frá borði í óvissuferð til Bessastaða sem ekki ljóst samkvæmt könnunum dags í dag að skili henni árangri. Var einhver leið fyrir þig að sjá það fyrir það sem að nú hefur raungerst? Sko, ég held að togstreitan sem var á síðasta kjörtímabili, hún hafi verið dálítið fyrirsjáanleg bara frá upphafi. En það sem gerist síðan sem ég held að við höfum fæst átt von á eftir 2019 að 2021 þá halda þessir flokkar meiri hluta og frekar en að athuga hvort þetta mynda einhverja aðra ríkisstjórn þá ákveða að halda samstarfinu áfram. Kom það í opna sköldu? Já, ég held að við höfum öll reiknað með að ástin væri bara farin, hafa hún einhvern tíma verið til staðar og þau ekkert vilja halda sambandinu áfram. En þarna kannski kristallast vandinn sem að við nefndum líka mörg þegar þessi stjórn var mynduð að flokkarnir gætu orðið samdauna. Þannig að þeim finnst svo þægilegt að vinna saman að þeim finnst til dæmis ekkert endilega skipta máli hvort það ráðherra Vinstri grænna eða Sjálfstæðisflokksins sem stýrir umhverfismálunum. Þannig að ég held að hafi verið dálítið blaut tuska framan í andlitið á kjósendum sem ákvaða að gefa VG séns 2021 að Guðlaugur Þór fékk allt í einu eitthvað luxustól með ekki bara umhverfisráðuneytinu heldur öllum orkumálunum steypt inn í. Hvað finnst þér það að sami einstaklingur gegni þessum tveimur að þér virðist í huga margra gjör ólíku embættum þar sem að þú þarft að sinna ólíkum hagsmunum?
Ég held að sé alveg hægt að sko teikna upp einhverja mynd þar sem að þessir tveir þættir spila betur saman. Hins vegar eins og kerfið var, þá vorum við með innbyggða tógkrafta á milli ólíkra hagsmuna sem skiptir allir máli að hafa í stjórnkerfinu. Þannig að þú ert með... Hvort við þar? Við erum þá með ráðherra, umhverfisráðherrann sem hugsar umhverfi og náttúru, svo erum við með orkumálaráðherra sem var, sem hugsar að koma þeim framkvæmdum í gang og þeir þurfa að togast aðeins á það hvert skuli stefna og niðurstaðan verður einhver málamiðlun sem að er þá vonandi sem flestum í hag. Nú búið að henda þessu öll í eitt ráðuneyti þar sem að málamiðlun þarf bara að eiga sér stað á ráðherrakontónum. Já, sko að þú nefnir þennan ráðherra Guðlaug Þór Þórðarsson, maður hefur tekið eftir því, ég fylgist nú eiginlega daglega með þinginu eins og ég get starfa minna vegna og mér hefur sýnst núna síðustu vikur að það sé rimmur á milli þín og Guðlaugs Þórs. Spenna er kannski orð sem ég nota. Þú hefur ekki verið ánægður með svör ráðherrans. Nei, sko við erum nú ekki mörg sem höfum umhverfis- og loftslagsmálin mjög ofarlega á blaði inn á þingi. Þannig að ég hef tekið að mér að vera oftar en kannski flestir að spyrja ráðherrann út í efndir. Já. Og þær bara eru ekki nógu miklar til að honum líði vel með að svara. Nei. Þannig að hann bregst yfirleitt við með einhverjum skætingi og útúrsnúningum. Lætur eins og ég sé að miskilja eða rangtúlka. Daginn þá sagðist hann ekki kannast við eitthvað og þú rakst þá ofan í hann. Já, það var þá hafði orkumálastjóri sem sko stýri stofnun þar sem að einlega allar umsóknir auðlindanýtingu fari í gegn. Skrifa grein það að nú væri eitthvað að breytast í samfélaginu þannig að fólk væri að sækjast eftir því að ná eignarhaldi á jörðum ekki til að vera með búrekstur, heldur til þess að mylja niður fjöll og senda í steypuvinnslu í Þýskalandi eða eitthvað annað. Og Búnaðarþing hafði síðan nokkrum dögum áður ályktað þetta því að þetta náttúrulega ekki með bændum mjög illa. Og ég spurði Guðlaug Þór hvort að hann sæði fyrir sér að beita sig fyrir einhverjum breytingum á regluverki til þess að væri betur staðinn vörður það að landið væri nýtt bara til þess sem best að nýta land, til að fólk búa á því og geti lifað á því. Og þessi grein, hún hékk inni sem mest lesna hjá Vísi í heila viku. Já. En Guðlaug Þór mætti þarna þegar ég spurði hann og bara spilaði sig koma fjöllum? Algjörlega fjöllum, vissi ekkert hvað þetta væri. Og þá sagði þú hvað? Þá benti ég honum á að sko bara fyrir daginn hefðum við verið saman í Hörpu og þá á ársfundi Samorku þar sem að vísa sérstaklega í þessa grein og hann satt út í sal, hann var 2 borðum frá mér að hlusta á þessa umræðu. Annarkvort ekki að fylgjast með orkuvinnum sínum eða að spila eitthvað hallærislegt leikritin í þingsal. Nei. En sko í ljósi þess að þú sást það fyrir, eða þitt mat var það, þegar árið 2017 og þú lætur svo kylfur ráðakasti 2019, þá tekur þú skrefið burt út úr þessari ríkisstjórn. Fyrst og fremst vegna að þú nefnir útlendingamálin, sem sannarlega eru mjög aktúel í augnablikinu líka, en þarna ertu búin að komast að þeirri niðurstöðu að mikilvægið þitt og stjórnmálana á þessum tíma það snúist hvað helst umhverfismálin eða hvað? Já, það þarf sterkari raddir, sterkari græna raddir inn á þingi og við fundum það síðan í kosningabaráttunni að það voru ekki nógu margir flokkar heldur sem voru að sinna þessu, þannig að það var mjög gott að sjá að kosningabarátta Pírata snýrist mjög mikið grænumálin. Við skoruðum hæst í sólinni sem voru að meta umhverfisstefnur flokkana. En fylgið var ekkert sérstakt? Nei, og það kannski bendir til þess að mögulega hafi fjölmiðlar ekki sinnt þessum málaflokki sem skildi. Það er svona tilfinningin sem fólk í grænu grasrótinni fær stundum að þó að það gerist eitthvað stórt í útlöndum, þó að sé eitthvað sem ríkisstjórnir engan veginn að sinna nógu mikið, þá sé þetta oft
of tæknilegt, of óaðgengilegt til að geta matreitt í þægilegan fréttatíma. Já. Það er vandamál, það er náttúrulega vandamál varðandi ýmsar svona stórar áskoranir í stjórnmálum, en þarna er þetta gegnum gangandi. Ég held að flesti blaðamenn kannast við að það hafi verið töluverður fókus á umhverfismálum með Gretu Thunberg og átaki nemenda, skrópinu, svo eftir COVID og Úkraínustríð og núna allar þær furður sem skekja íslenskt samfélag í stjórnarfari og öðru, þá verður ekki séð annað en að umhverfismálin hafi svolítið fallið fyrir borð. Já, þetta er tilfinningin sem að aktívistar eru að fá bara allan heim, að þetta hafi droppað aðeins í mikilvægi skalanum. Er það mikið áhyggjum? Já, þetta náttúrulega breytið ekki að þetta er undirliggjandi vandamál næstu áratuga sem við verðum að takast á við, þó við þurfum að geta tekist á við svona stór vandamál sem kom til skemmri tíma í millitíðinni, hvort það eru stríða, náttúruhamfarir eða hvað það er. Já, en vandinn er sá að við pólitíska atkvæði, það ræðist að nokkru leyti að því það er sagt að Íslendingar kjósi oft eftir pingjunni, sá sem býður best, kemur með feitustu loforðin til skamstíma. Hann er kannski líklegri til þess að fá atkvæði heldur en sá sem hefur áhyggjur af framtíðin og segja við þurfum að gera eitthvað hamlandi. Já, svo held ég að hafi kannski skort aðeins að sýna fram á samlegðar áhrifin á milli loftslagsaðgerða og hinna hlutana sem eru fylgifiskaðira. Svo við bara tökum Úkraínustríðið sem dæmi. Rússland hefði ekki verið í þessari stöðu sem það var fram að innrásinni í Úkraínu. Evrópa hefði ekki verið svona meðvirk með rússneskum stjórnvöldum þetta lengi ef að Evrópa hefði fyrir langa löngu vanið sig af rússneska gasinu. Það að hafi ekki tekið orkuskiptin til fulls í Evrópu, ég held að það hafi lengt aldrei líflínuna til Pútins. Ef að stærri skref hefði verið stigin bara strax og Greta mætti á svæðið, þá hefði kannski verið minni stemning fyrir því að hleypa Pútín jafn langt og nú var hleypt. Vinstri græn, eru þau vinstri sinnuð og eru þau græn? Þeim finnst það, en svo hleypa þau hægri mönnum í bæði forsætisráðuneyti og umhverfisráðuneyti, þannig að það er alltaf spurning hvað eru að praktísera. Það er ekki nóg að vera vinstri og vera grænt bara heim í stofu og þarf að sjá til þess að stjórn landsins sé þannig líka að þú ert þannig stjórnmálflokkur, og ég held að atkvæðin sem röðuðist til þeirra í síðustu kosningum á þessum forsendum að það sé fólk sem hljóti að hugsa sinn gang núna. Hvernig hefur verið fyrir þig að horfa á fyrrum samherjaðina í flokknum yfirgefa hann í svona miklu mæli? Maður spyr sig hvað stendur eftir? Já, ég held að sé nú ekki mikið eftir af kjarnanum sem var þarna 2016-17 þegar flokkurinn var að ná dálítilli stemningu. Mjög mikið af þessu fólki er ennþá landlaust. Það er svo mikið hluti af sjálfsmyndinni hvar þú velur að staðsetja þig pólitískt. Og það verðist engin flokkur hafa náð til þeirra með sama hætti. Þó við séum, við erum með sósíalistaflokkin sem talar til vinstrisins, og við erum með okkur í Pírötum sem teljum okkur vera grænasta flokkin sem er í boði. Þannig að ég held að verði dálítið spennandi að sjá hvernig endur raðast fyrir næstu kosningar. Já, þetta er náttúrulega þetta er mjög óvenjuleg staða sem er uppi. Stór hluti af fylgjendum Katrínar í baráttunum Bessastaði virðist koma frá miðju og frá hægri, og í umboði Katrínar getum við sagt er Bjarni Benediktsson orðinn forsætisráðherra í annað skipti, í rauninni í bæði skiptin eftir hneykslismál, beint eða óbeint, því vendinguna síðast fyrir hálfu ári má rekja til hneykslis, og eins var þegar stjórnin féll þarna 2017. Menn eiga svolítið erfitt með að henda reiður á samtímanum. Þetta hvort þú átt að líka það við Dario Fo eða Shakespeare, ég ætla ekki að hafa skoðun á því, en þetta er væga sagt farsakennt og einkennilegt.
og hvernig sérðu fyrir þér þingstörfin og líftíma ríkisstjórnarinnar næstu mánuði? Ég held að síðasta ár eða svo sýna okkur dálítið hvernig næstu mánuðir verða. Síðasta vor til dæmis þá voru stjórnarflokkarnir bara með einlega öll mál í gíslingu sín á milli sem endaði með því að flest stjórnmál fóru bara í tætaran fyrir sumarið og komu síðan sum aftur núna í haust. Þau eiga bara mjög erfitt með að ná einhverjum lendingum í flestum stórum málum og við sáum það náttúrulega, sko þetta er í þriðja skipti á vetrinum sem ríkisstjórnin fyrir öndunarvél og svo þegar forystumenn komu núna og tilkynnt að Bjarna þetta taka við, þá heyrði maður strax að þeir hefðu verið að ræða ágreiningsmálin án þess að ná nokkur í niðurstöðu. Þannig að Bjarni segist alltaf að vera harðar í útlendingamálunum á meðan Guðmundur Ingi segir nei, við ætlum bara að vera næs við fólki sem kemur til okkar. Hvað er að breytast? Þetta er bara sama blinda tókstreita og hefur verið síðustu ár. Annar veifar aukinni inngildingu á meðan hinn segir við þurfum að taka miklu harðar útlendingamálunum. Já, þannig hvort ætlum við að vera með inngildingu eða hörku, það er eins og þeir veit ekki hvað þeir vilja. En þau hafa náttúrulega verið bara hálf óstarfhæf mest allt þetta kjörtímabil. Já, en hvað með ykkur í stjórnarandstöðinni? Sko, það verður nú ekki annað sagt, bara svo ef ég leyfi mér að vera pólitískur fréttaskýrandi eða greinandi, að mér finnst stjórnarandstaðan oft ekkert standa sem neitt frábærlega heldur. Nei, það er bara allur gangur á. Bæði vegna þess að við erum náttúrulega 5 flokkar í stjórnarandstöðu sem höfum bæði ólíka skoðun á málum og líka ólíka skoðun á taktík. Þeir eru nefnilega býsna ósamstæður hópur virðismanni stundum sem, og meðal annars í því skjóli nær ríkisstjórnin þó að þrífast. Ekki satt? Ég held að það hjálpenni þegar okkur tekst illa til en á móti kemur að þegar við náum viðspyrnu, þegar við náum að sýna aðeins að við getum unni saman þá konar hún nú yfirleitt niður. Þannig að ég held einmitt ef við svona hitum aðeins undir stjórninni núna næstu mánuði þá getum við hjálpað henni að finna hjá sér löngunina til að búa til kosningar sem er náttúrulega sem við erum löngu fyrir að þurfa. En þið hafið náttúrulega tæki og tóli innan ykkar raða til að tefja málþóf og fleira. Sérðu fram á mikla hörku? Ég er ekki viss. Við vorum náttúrulega í eftir að Bjarni tók við þá var einn þingfundadagur venjulegur í síðustu viku og þá fóru nokkur máli gegnum fyrstu umræðu og það var nú ekki mikil fyrirstaða. Við vorum nokkri þingmenn sem töluðum aðeins í sumum þeirra að því að þetta voru mörg stór og mikilvæg mál sem þarf að ræða. En mannskapurinn í salnum var ekki þannig að það skynjaði eitthvað að standi vegi fyrir neinu. Nei. Andrés Ingi, ég þakka þér fyrir að koma hérna í þingi til okkar. Það er ein spurning sem ég langar til þess að enda þetta tala okkar á. Hún varðar getur reynt að útskýra það fyrir okkur íslenskum almenningi eftir að allar þessar fjaðrir hafa verið reyttar af vinstri grænum, þínum gamla flokki sem hjartað eitt sló með vegna umhverfisverndar og vinstri áhersluna. Hvað er það sem kyndir undir göngu þessa flokks? Mér finnst það eiginlega óskiljanlegt ég get ekki útskýrt þetta. Sum vilja kalla þetta valdagræðgi. Mér finnst það kannski óþarlega neikvætt hlaðið en þarna er bara hópur sem sannfærðist á sínum tíma að allar ríkisstjórnir væru betri með vinstri græn innan borðs og eru svo botlaust sannfærði það að það greinilega skiptir ekki máli þó að þau gefi kjarnamálefni til höfuð andstæðingsins til margra áratuga þannig að Guðlaugur Þór geti fengið botnvirkjunarráðuneyti og þau seldu hugmyndina upphaflega með þeim formerkjum að það væri vendipunktur í íslenskum stjórnmálum að gömlu valdaflokkarnir yrðu undir stjórn sósíalískrar konu, að Katrín Jakobsdóttir við borðsendan myndi gera allt betra. Hvernig hefum við þá túlkað þegar Bjarni Ben er við borðsendan og VG komið í bara mjög hefðbundi hlutverk litla flokksins í ríkisstjórn að halda sjálfstæðisflokknum við völdin.
Svona góður íslensku, þetta meikar ekki sens. Enga veginn. Og náttúrulega þetta síðasta tvist að gera Bjarna forsætist, það er bara fullkomlega óskiljanlegt. Kæra þakkir fyrir komuna, Andrés Ingi. Ekki fara langt. Við ætlum næst að ræða við 2 þingkonur, aðra úr stjórninni og hinna úr stjórnar minnihlutunum eða stjórnar andstöðinni málefni líðandi stundar. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.